Komið sæl og velkomin í Vegvarpið sem vefþáttur Vegagerðarinnar. Að þessu sinni þá ætlum við að fjalla þessum vetrarþjónustuna sem eitt af þessum stóru verkefnum sem Vegagerðin sinnir. En við verjum svona 3,5 til 4,5 milljarði króna á hverju ári í vetrarþjónustu og það fer að sjálfsögðu svolítið eftir því hvernig veturinn hvað snjóar mikið og hvað mikil hálka og svo framvegis. Og menn hafa orðið varið við það undanfarið að vetrarþjónustan skiptir miklu máli og náttúrulega brýnt að halda öllum leiðum opnum og greiðfærum. En til þess að ræða vetrarþjónustuna eru komin hingað þau Katrín Þuríður Pálsdóttir og Geir Sigurðsson sem eru verkefnastjórar vetrarþjónustu hjá Vegagerðinni. Og ég sem að bara byrja að spyrja því hvað vetrarþjónusta? Vetrarþjónusta öll svo vinna við framkvæmd, eftirlit og verkstjórn við snjómokstur og hálkuvörn á þjóðvegum landsins. Og það einmitt eins og sagðir að hreinsa snjó og ís og hálkuverja vegi yfir borð ásamt að hreinsa snjó úr frá niðurföllum og frá skiltum og mannvirkjum við hlið vega ásamt því að reka hálkuvarnageymslur og alls konar mælibúnað, veðurstöðvar og fleira sem hjálpa okkur við að greina ástandið. Þannig að þetta svona, væntanlega mjög flókin framkvæmd að eiga við alla þessa hluti. Þetta mjög flókin framkvæmd og það eru rosa margir aðilar sem koma að þessu stóra verkefni. Og hverjir eru það? Við erum með vaktstöð á 2 stöðum, annars vegar í Garðabæ og Ísafirði. Svo erum við með þjónustustöðvar á 18 stöðum á landinu og þar verkstjórar og eftirlitsmenn sem starfa frá þeim. Svo eru gífurlegur fjöldi af verktökum sem sinnir sjálfri vinnunni við að hreinsa burtu snjó og hálkuverja. Og svo erum við í góðu samstarfi við veðurfræðinga, björgunarsveitir og fleiri aðila bara. Já, verkstæðismenn til þess að tryggja að búnaðurinn sé í lagi. Tæknimenn sem sinna öllum mælitækjunum sem eru notuð. Svo erum við náttúrulega með umferðarþjónustuna sem 1777, starfsmenn hennar. En þetta viðamikil, þetta mjög viðamikil en Geir, kannski spyrja þig þá, það einhverjar reglur það hvað er gert og hvernig það er gert? Já, það eru reglur fyrir þjónustunni sem eru samþykktar af ráðherra og Vegagerðin sér allan snjómokstur og hálkuvörn í samræmi við þessar reglur og fjárveitingar til þess er þá miðuð af þessum reglum. Ákvarðanir veitingu þjónustunnar tekin af Vegagerðinni og byggt á þessum reglum og það sem skilgreind hvar heimilt að veita vetrarþjónustuna og hvenær. Þannig að þessar reglur eru á snjómokskorti Vegagerðinnar. Þannig að þar má sjá þar tímasetningar og tíðni og annað slíkt. En hvað ræður því? Hvernig það væntanlega mismunandi þá eftir hvernig vegurinn eða umferðinni eða hvað liggur til grundvallar? Það náttúrulega Vegakerfið liggur til grundvallar og síðan umferðin, umferðarmagnið, hvar þetta sem sagt þéttbýli og skilgreindar langleiðir og stofnbrautir eru náttúrulega fyrirferðarmestar og vegir í þéttbýli og síðan kvíslast þetta út allt land með í vegakerfinu og hver sem sagt vegflokkur á faktískt sínar reglur sem fer eftir fyrst og fremst lengd og umferðarmagni. En það er umferðin sem að stjórna því hvernig reglunar eru? Mest, já. Fyrst og fremst? Já. En hvað en hvernig ákveðið þið þetta? Hvernig ákveðið það eigi að þjónusta þennan veg svona lengi eða styttra eða mikið eða lítið? Vegakerfinu skipt upp í 4 þjónustuflokka og gæðamarkmið Vegagerðinnar hvað varðar vetrarþjónustu þá skipt annars vegar þjónustumarkmið og þjónustustig. Og þjónustustigi ákveða hvað tímasetningu og hvenær skal framkvæma aðgerð og þá alltaf ákveðið viðmið hvað varðar mestu snjódýpt og sléttleika og hálkuástand og vegsýn á vegamótum. En menn kvarta náttúrulega yfirleitt yfir því að það sé ekki móka nóg. Þannig að hvað segið þið við því?
Það er náttúrulega ekki hægt að moka alltaf, allan sólarhringinn, það gefur auðvitað þannig að það verður að takmarka þetta eitthvað bæði við tíma og svo náttúrulega viðraðstöður annars slíkt, þannig að það er náttúrulega bara fjárveitingavaldið sem ræður því hvað á að gera mikið, en það er náttúrulega eitthvað þak á því sem hvað við getum gert mikið. Já, miðað við það fjármagn sem fæst. Já. Og kannski líka bara miðað við aðstæður. Ekki síst það, þegar öll á tíðum er þetta náttúrulega óframkvæmanlegt. En það er það bara vegna þess að veðrið er þannig að ofankoma það mikil að það er ekki vinnandi vegur að... Já, og kannski bara ekkert ferðaveður og fólk á kannski ekki vera á ferðinu og annars slíkt, þannig að það er allt hættir sem að stoppa þetta af þjónustuna. En hvað... Já. En líka eins og þú nefndir áðan að kostnaðin vegna vetrarþjónustu er svo sveiflukenndur vegna þess að stærsti óvisþátturinn er veðurfarið. Ef það snjóa mikið og þarf að moka mikið, en svo er líka sveiflur í hitastígi veldur því að það eykst hálkuvörn. Þannig að þó að veturinn sé slíkur sé snjólétti þá þýðir það samt ekki að það þurfi að þjónustan lítið, en kostnaður vegna vetrarþjónustu er rosalega sveiflukenndur og það er bara í tengslu við veðurfar. Einmitt. Og er það mestu kostnaðurinn kannski ekki er það sem við höfuðborgarsvæðið það sem mesta þjónustan er? Já. Það er það. En hvernig myndu þið vilja sjá þetta? Myndu þið vilja moka meira eða er þetta ágætis kerfi sem við höfum komið upp? Ég held að raunverulega þessar reglur sem við vinnum eftir eru kannski, þær eru búin að vera mjög svipaðar lengi og ekki mikla breytingar á þeim eins og þjónustu tíma eða tíðninni, þó helst hafa verið breytingar vegna ferðamannavega eða tíðni ferðamanna. Þannig að það þarf að uppfæra þær alveg klárlega og eitt dæmi til dæmis er það sem kallað er helmingamókstur í dreifbýli. Það eru vegir sem að liggja tengivegir sem tengja saman bæi og byggðir og voru og eru samkvæmt þessum reglum mokaðir alltaf 3 viku og þegar þessi regla var sett á þá var kannski nóg að moka þennan veg á mánudegi þegar fólk fór með börnin sín í héraðsskólann og svo var mokað aftur á föstudegi þegar sóttu börnin og það var nóg og snjómókstur eða mjólkurbíllinn kom á þessum dögum líka þannig að þetta var nægði öllum. Núna er kannski farið með börn og leikskólabörn jafnvel daglega til skóla, svo er vinnusóknin og félagslífið. Þannig að þarna er til dæmis regla sem að stenst ekki tímastönn og þjónustarauðanlega uppfyllir ekki þarfir samfélagsins. En við höfum samt sem aður reynd kannski svolítið að eldast við einmitt breytt samfélag. Já, við erum alltaf að því en við erum nú, þjónusvið er nú með í hugmyndir og hefur lagt fram til stjórnvalda allavega grófa kostnaðaráætlun til næstu ára að uppfæra þessar reglur og það var alltaf að fjalla það í stjórnkerfinu. En það þýðir það væntanlega að það vantar meira fjármagn. Já. En hvað getið þið sagt mér eitthvað aðeins um það, hvað er þetta mikið, hvert er umfangið, hvað eru þið að gera fyrir þessa 3-4 milljarða króna? Sko, vegakerfi eru tæplega 5.400 kílómetrar sem við þjónustum misoft í viku, en þar af eru 68% sem við þjónustaði alla daga vikunar. En til viðbóta við það eru 2.600 kílómetrar í helmingamókstri að beiðni sveitarfélaga, líkt og hann útskýrði hérna fyrir áðan. En hvað er helmingamókstur? Ég held að fólk skilji það ekki heldur. Já, þá er mokað með hálfu vegurinn. Kostnaðarþátttöku sveitarfélagsins. Sveitarfélagi greiðir helming á móti helmingu vegar. Og sveitarfélagið, það er þá sveitarfélagið sem óskar eftir þessu, þetta er ekki eitthvað sem þið ákveðir í þessu tilviki. Nei, en það er alveg ákveðið hvaða vegir mega að fá hennan helmingamókstur. Það er ákveðið á Alþingi. En við aðeins tala við, held ég aðeins meira þessar reglur. Við erum með reglur það er næstu í hálft stafrófið í reglum vegagerðarinnar og fræg ein G-regla það sem er mokað ekki mjög mikið. Hvað felst í þessu? Hvernig kerfi er þetta? Þetta kerfi fjöldi daga ákvarðast aðeins frá umferðarmagni. Þannig að vetrardagsumferð meðal umferð á vetri til á veginum. Þannig að það er aðalkríteríin að það sé bara hversu mikil umferðin er á hverjum tíma. En þarf þetta að vera svona flókið? Nei, kannski ekki og ég held að það muni
verða einhver breyting, hef ég trú á næstu árum og allavega höfum við þá sýn að þetta muni einfaldast og jafnvel sumar af þessum reglum falla út og þetta verður muni einfaldara. Já, ég hef trú á því. En hvernig, nú náttúrulega kemur til þess að á morgnana kíkja menn bara út og líta til veðurs, en þið eru væntanlega löngu farin að fylgjast með þessu áður heldur en venjulegt fólk vaknar. Hvernig nákvæðið þið hvað gerist á einum degi? Það náttúrulega, fyrsta lagi þá vitað kannski að morgni aðeins hvernig, frá kvöldinu áður, hvernig aðstæður eru. Það náttúrulega búið að fá veðurkort eða veðurlýsing frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar. Menn líta á vaktstöðum og jafnvel í þjónustöðum á myndavélar, veðurmæla og önnur slíka, radarmyndir og annað slíkt. Og síðan náttúrulega farið eftirferðir þar sem þess þörf og út úr þessu kemur einhver staða sem að annarkvort þarf bara að skrá ferðina niður eða þá þarf að senda einhvern bíl á mokstur og það gerir vaktstöðin. Hún sendir viðkomandi bíl SMS-boð og bílstjóðan þarf að fara af stað innan 30 mínútna frá þessu boð til koma og hann náttúrulega bara fer sína leið sem fyrir svona skilgreind og leiðin er oft yfirleitt sett niður í hluta, allt frá nokkrum kílómetrum fyrir 20 kílómetra, það fer eftir landslæginu og þegar að bílinn hefur lokið mokstri eða komin yfir ákveðin hluta þá gefur hann vaktstöð upp stöðuna, nýja stöðu og þannig uppfærist faktist ástandi á leiðin eftir sem að framvindur í þjónustunni. Já, það kannski einmitt svolítið sem fólki finnst að þjónustutíminn byrjar þarna en þá bíllinn að fara af stað kannski þegar þjónustan byrjar. Nei, hann er áskilið í samningu við verktaka að þeir þurfa að fara af stað allt 3 tímum fyrir þjónustu. Til þess að vera búin að þjónusta stærsta hluta þá að svæðinu sem á að þjónusta? Já, við komum til leið á bara að vera opin á ákveðin tíma og reyndir að standa við það. En menn eru þá að fara út ansi snemma? Já, menn eru að fara út jafnvel 4-5 á morgnana. En hvað með þjónustíman í hinn enda? Nú bregður líka við stundum bæði atvinnulífið og venjulegt ferðafólk bara. Það áttar sig kannski ekki á því að þjónustunni lýkur oft 9 eða 10 á kvöldin. Nei, það sko, þetta lýkur yfirleitt, fyrir þetta suðvesturhornið þá náttúrulega allan sólarhringinn, yfirleitt lýkur þessu svona kringum stærstu þéttbýlisstaði á landinu 10 í síðasta lagi. En þetta helst í hendur við það sem ég var að tala áðan varðandi þörfina og þjónustuna að það til dæmis flutningar, þeir fara fram töluvert mikið á næturnar og það erfitt að keyra þá í óþjónustum vegum og það líka erfitt fyrir okkur að koma morgunin eftir og moka tróðinn snjó. Þannig að þetta slæmt fyrir alla aðila. Þannig að haffæralega sværi nú að þessi þjónusta og þessi þörf myndi nú nálgast einhver leyti meira. Að ein hugmyndi væri til dæmis á fáfornu vegi að það væri mokað á morgni og gert hlé yfir hádaginn og svo mokað aftur síðdegis og jafnvel lengra fram á kvöldi sem myndi nýtast flutningabílum. Það ein hugmyndin. En allavega þá þarf fólk svona að fylgja svolítið með því hver þjónustutíminn svo þú sést ekki að fara út í eitthvað þar sem þú heldur að vegurinn sé kannski hálkufrýr eða engin snjór en svo það ekki þannig. Þjónustutími vega má nálgast að ferðakortinu og heimasíðu Vegagerðarinnar. Já, einmitt. Þetta allt saman á vefnum ef menn eru duglegir að koma sér inn í flókna hluti. En nú eins og til dæmis núna búið að vera miklar lokanir á undanförnum dögum og margir bæði gagnrýna það og kvarta yfir því að það sé verið að loka vegum. Er það alveg nauðsynlegt? Það var gert átak í raunverulega öryggismálum vegfarenda fyrir svona 7-8 ári síðan og það náðist að skipuleggja faktist lokanir áður við fengum ferðamannasprengina. Þínum betur fyrir þá gátum við það. Það voru sett upp lokunarlið, það voru gerðar viðbragðsáætlanir fyrir þess að erfiðu heiðavegi og snjóflóðakafla og það var gert mikið átak í skipulagi með lögreglunni, við neyðarlínunni og björgunarsveitum.
Þannig að þetta var festið alltaf fast form og ég held að þetta hafi nú lukkast frekar heldur en hitt og verið til mikill að bóta. Og ég held að þessi vaxandi skilningur á þessu að við þurfum að loka til þess að varna því að fólk verði bara stopp og í hættu upp á heiðum. En auðvitað er þetta vandmeðfarið hlutverk sem við erum með og við þurfum að passa okkur á því að gera það eins sjaldan og lítið og mögulegt er. Loka snemma en ekki of snemma, opna fljótt, ekki of fljótt samt, þannig að þetta er mjög erfitt að eiga þetta. En hvernig metið það, hvenær á að loka og hvenær á að opna? Það er náttúrulega bara eftirlitsmenn á svæðinu og þeir sem eru að móka veginn að það er svolítið sjónmat og líka náttúrulega að nota viðurstöðunar og mælitækin okkar, hvort það sé og að horfa til viðurs, er veðrið að fara að snögg breytast bráðlega eða ekki. Þannig að já, það er hort á alla þessa þætti í rauninni. Þannig að það er lagt heildstætt mat á hver staðan er í raun og veru. Já. En verða meiri viðbrögð þegar er lokað hér á suðvesturhorninu en annar staðar? Ég hef ekki beint séð mun á því. Nei. En það er eftir í hvað er alltaf mikið þetta. Ef þetta er oft og mikið þá fer þetta taugarnar á fólki, greinlega sko. En tíðin spyr ekkert um það sko. Hún bara veturinn heldur áfram. En þessi breyting sem við talaðum, hefur þetta tekist vel? Já, ég myndi segja það. Algjörlega. Þetta hafi tekist vel. Og við getum nefnt sem dæmi til dæmis í gær með Kjalarnesi að það var náttúrulega lokað svo eldsnemma í morgun og allan gærdag en það náðist þó allavega að opna það síðdegis fyrir svona fíldarakstur. Það var hægt að tappa af umferðin sem er beygð þannig að það er hægt að hugsanlega það er langar lokanir að opna einhvern smá tíma og hleypa fólki í gegn. Og það er æskilegt að geta gert það. Ef mögulegt er. Já, en hvað er fíldarakstur þá? Já, þá er náttúrulega fer bara móksturspíl á undan og það er þá bara sem sagt ein leið, það er ekki umfram móti sem eigur öryggið og það fer móksturspíl á undan og gjarnan þjónustubíl vegagerðar eftir og vegfarendur hafa gott bíl á milli bíla og hafa blikkljós á og annað slíkt og það er hægt farið en örugglega. Og þetta hefur virkað vel? Já. En hvernig er þetta batteri rekið? Er vegagerðin að gera allt sjálf? Nei, það eru eins og við segjum áðan að það eru mjög margir aðilar sem koma að þessu verkefni. Þjónustustöðvarnar, starfsmenn þjónustustöðvarnar, þeir halda utan sitt verkefni og vinna þetta alveg í samráði við vaktstöð. Það eru ýmsir tæknimenn og verkstæðismenn sem halda búnaðinum í lagi sem er notaður. Vaktstöðin er staðsett á 2 stöðum og þeir einmitt meta ástandið ásamt starfsfólki þjónustustöðvanna. Svo er það verktakarnir sem sinna móksturinn sjálfum eða hálkuvörninni. Svo erum við með veðurfræðing og við erum líka í nánu samstarfi við Veðurstofu Íslands hvað varðar snjóflóðamat og ofanflóðamat og veðurspár. Svo eru björgunarsveitarnir koma sterkt inn hvað varðar lokanir vega og svo í samráði við sveitarfélögin, sérstaklega þegar kemur á helmingamókstri. En verktakarnir, þeir eru ekki starfsmenn vegagerðarinnar til dæmis? Nei, þessi samningar þeir eru boðnir út á EES-svæðinu til 3 ára með möguleika á 2 ára framlengingu og verktíminn er svona almennt gildi frá 1. október til 30. apríl og þá eru bara fyrirfram skilgreindar reglur, samkvæmt þjónustureglum og í flestum tilfellum býður verktakinn bæði bifreiðina og mannskapinn en það eru einstaka samningar sem verktakinn á líka dreifarabúnaðinn sem dreifir hálkuvarnarefni og svo snjótennurnar en almennt gildir er að við ekki að ná þann búnað og þá kemur þeim búnaði fyrir á þessa bifreiðar fyrir tímabilið en já, þetta eru 84 samningar núna og 84 bifreiðar undir þessum samningum núna. Já, og margir samningar. Mjög margir samningar, 40 og eitthvað, já. En eru þetta, hvernig verktakar eru þetta? Er þetta stóri verktakar eða er þetta litlir? Bara allir gangur á, sko. Það er frá einirkjum og upp í fyrirtæki með margar starfsmenn, sko. Svona hérna þéttbílinu og suðvesturhorninu er þetta stærri aðilar og svo einirkjum ekki út á landi. Einn bíl kannski.
En hvernig gengur þetta hjá verktökunum ef það kemur nýr verktaki, er hann þá lengi að átta sig á hvað það þarf að gera eða? Nei, menn nú nokkuð fljótir að setja sig inn í þetta og þetta náttúrulega, það góða reglur kringum þetta, það vinnureglur sem unnir eftir, menn vita alveg hvað eiga að gera og menn náttúrulega með réttindi og bíl og kunna á hann og allt það, þannig að ég held að menn setja sig bara nokkuð vel inn í þetta á einhverju fyrstu vikunum, sko. Svo höfum við líka haft námskeið fyrir þessa verktaka, alltaf á haustinn, að vísu setti COVID-bínustrik í reikninginn, eins og á öðrum stöðum, en það eru alls konar fræðsluerindi, hvernig varandi veður og tæki og búnað og hvernig á að framkvæma verki og þess áttar. En hvað segir mér aðeins hvað þið gerir nákvæmlega? Við erum kannski svona samræmingaraðili. Við tryggjum að þetta sé gert svolítið eins á öllu landinu og aðstofum við útboðsgögn og erum að halda utan kostnað á landsvísu og verkmagnseftirlit, fylgjast með hvað búið að móka mikið og þess áttar. Já. Einmitt, þannig að maður hefur heyrt stundum gagnrýnum að einmitt það sé móka miklu betur hér en þar. Já, það kannski vill bregða við en ég held að með vaktstöðunum var allavega takmarkið og ég held að það hafi raungerst að miklu leyti að þá varð þjónustan einsleitari, klárlega, þó hún geti kannski aldrei orðið eins en ég held að það hafi breyst. Og þetta er það sem við viljum hafa, það sé eins alls staðar. Já. En af hverju viljum við það? Já, það er náttúrulega bara að menn hafi sama rétt og sömu aðstæður bara í sínum akstri, hvar sem það er, sko. Einmitt, við fyrir ráðum bara að ljúka þessu. Hvað myndu þið vilja segja við vegfarendur sem eru að keyra vegi landsins á veturna í vondu veðri? Já, bara til dæmis að ef þeir eru að eins og oft er að skammast ykkur út í vegagerðinni eitthvað slíkt, þá er það bara staðreynd að almennt séð þá er vegagerðarmenn mjög reyndir. Það er mjög reynt fólk í þessum störfum. Starfsmannaveltan lág út á landi sérstaklega, þar sem mikið reynir á þá, þessar eftirlitsmenn og starfsmenn þjónustöðuna. Þetta eru vant fólk sem hefur yfir höfuð bara gott vald á sínu umhverfi og sínum aðstæðum og alltaf að gera sitt besta. Þannig að auðvitað er hægt að gagnrýna einhver tilvik en gegnum sneitt held ég að veginn að reyna að standa eins vel að þessu eins og hún getur. Og svo bara undirbúa sig vel, kynna sér færð og einmitt þjónustutíma vega og ekki leggja á stað illa á búinn. Einmitt, við kannski glemtum að minnast á það einmitt bæði færðarkortið á vefnum og að hringi 1777 ef menn eru í vafa. Nákvæmlega. Og menn hyggi ekki við að svara í 1777? Nei, og þar getur bæði fengið upplýsingar og líka komið ábendingum áleiðis ef það sé eitthvað sem þarf að bæta eða, já. Já, þannig að við tökum við þá einhverjum upplýsingum frá vegfarendur líka ef þarf reynist eða ef við fáum þær. Já, og það farið eftir þeim. Það er reynt að meta þær eins og hægt er, allavega að kanna málin. Einmitt. En ég ætla bara að þakka ykkur fyrir. Takk fyrir. Ég vona að þetta hafi verið áhugavert fyrir áhorfendur líka. Og við ætlum að ljúka þessum þætti á að sýna ykkur myndband sem við létum gera snjómokstur á Hellisheiðinni núna nýlega. Verið sæl. Hellisheiðin er náttúrulega bara eitt veðravíti. Skafrenningur annars staðar og skafrenningur hér er nokkið það sama. Maður getur alveg týnt sjálfur sér þarna bara þó maður þekkir þetta eins og handabæki á þessu svæði. Hellisheiðin er alveg sérstök og þar með þrengslin líka. Þrengslin eru reyndar aðeins lægri en bæði Reykjanesfjallgarðurinn og Hengillinn draga til sín úrkomu og veturna þá snjókomu. Þannig að þegar eru þau skilyrði að blási að suðaustri eða austri þá verður miklu mun meiri úrkoma þar heldur til dæmis hér í bænum. Hún er margfalt meiri. Við erum búin að vera í morgun að opna Þrengsli, Svínahraun og niðri Reykjavík á Framhjörleyslu kaffestofu og þar.
Það flest lagt í sölurnar til að halda þessu opnum. En oft á tíðum þýðir ekki að reyna það, bara það skafrenningur og blinda hér uppi og þá bara best að vera heima. Það var mjög gaman að koma hérna upp á morgnana og koma að 2-3 metra háa sköflur svona allt í hérna á miðjum veginum. Þó að fólk kannski taka ekki beint eftir þessu þegar það umferð leyft á þetta. Þetta nú kannski á 100 til upp undir 300 metra langir. En það svo sem heldur ekki þetta að eiga við það að hreinsa þetta í burtu bara meðan að það sé lokað alfarið fyrir umferð, þannig að við séum alls ekki að lendi því að lenda á einhverjum og enginn þá enn fremur á okkur. Það eru mikil áraskipti á því hversu oft menn neyðast til þess að loka Hellisheiðinni. Veturinn 2019 til 2020, hann var mjög erfiður og mikið lokanir. Mér telst til að vegurinn hafi tefst 22 skipti þann veturinn. Við erum náttúrulega lokað til að bara tryggja velferð vegfarenda. En þetta náttúrulega bara ábyrgðarhluti að menn fari hér upp í vondum veðrum og oft hefur það líka komið fyrir að það teppast bílar uppi. Það í kringum Vírin öðrum einbreiðinni að það þröngt og dugir einn sé stopp að þá halli róan stopp og hér fara 10-14 bílar á dag og þannig að þetta býsna mikið að vera með þá herðunum að eiga að halda opinni akstursleið frá Reykjavík og austur fyrir fjall. Það mjög breytilegt og fer náttúrulega bara eftir veðri, hvort að það sé viti að standi að reyna að opna það ekki. Auðvitað það þannig þegar að tíðin góða, þá erum við byrjað klukkan 2 á nóttunni og það verið það allan daginn og jafnvel fram undir 10 kvöldin og aldrei stoppað í mat eða kaffi, það bara mesta sig allir upp í þetta. En þetta heldur ekki fyrir hvern sem ég að hanga í vörubíl jafnvel allan sólarhringinn í skítafæri og vera jafnvel aldrei heima hjá sér. Þetta skemmtilegt starf en þetta ábyrgðarmikið starf og menn þurfa oft að taka ákvarðanir hér sem að mörgum líkar ekki. Það verið að horfa í vefmyndavélar og einhverjar sögusagnir að það sé bara fínt veður uppi og engin snjór sko. En svo eru bara kaflar sem náttúrulega mikill snjór, skefur stöðugt og blinda bara. Þannig að ekki alltaf vissum að ég sé vinsældi maðurinn eða við hér sem að sjáum þetta séu vinsældi mennirnar á Suðurlandi en það verður bara að taka því. Hellisheiðin er náttúrulega bara mjög umfangsmikið svæði og það eru alltaf ákveðnir kaflar sem að stoppa í þessari vindátt, svo eru aðrir kaflar í hinni vindáttinni en það er svo sem þetta. Skaflarnir eru náttúrulega þannig að það fer engin venjulegu bíll í gegnum þá, aldrei nokkurn tíman og oft stundum hefur þetta farið þannig að maður hefur verið sóttur á vélsliða og skutlað upp eftir þess að komast í græjurnar. Það þannig með Hellisheiðina að þegar að byrjar að snjóa þá getur snjóa þar mjög mikið og jafnvel þó að vetrarþjónustan og tæki ná að halda veginum opnum þá myndast ruðningar í vegöxlunum og þegar þeir eru orðnir tiltölulega háir þá bara skefur á milli þeirra og þá ráða menn ekki lengur neitt við neitt. Þá er nauðsynlegt að menn fái frið þegar veðrið lagast og til þess að moka út og jafna út þessar ruðningar svo að vegurinn fái áfram að vera uppbyggður eins og hann er hannaður.